ég þoli ekki þegar einhver kallar Snorra nasista af því hann svo augljóslega ekki nasisti hann alls konar og hann alls konar gott, hann líka alls konar bara skrítið stöf en hann ekki nasisti skilurðu, það ekki lýsingarorð sem að mér finnst að það svo djúpt það svo grunnt það svo grunnt að segja það mér finnst það verið svo astalegt Já, nei og bara þú veist með bara þetta heldur ég meina þess að flúraði á mig Frederick Douglass sem var náttúrulega þess að máttu segja þess og líka þess að ég með ennorðið flúraði á mig Ég með þess að með nokkra í viðbót ég með 6 svarta menn á upphaldsleiknum Nei, en þú veist hvað þið með marga svarta menn Rassistir Nei, svo líka bara þú veist eins og þegar fólk til dæmis þú veist skammast í mér mitt fyrir það að segja ennorðið eða eitthvað þannig Já. En ég náttúrulega alltaf setja í samhengi við þú veist það skíthall sem að kallar þennan svona það þú veist og ég myndi aldrei setja inn í öðru samhengi en svo þetta líka bara ég meina þú veist svo þegar fólk gerir sér ekki grein fyrir því til dæmis Birth of a Nation ástæðan fyrir því að blackface slæmt Já, sem ég veit ekki hvað eins og það vita það fæstir Já Það enn að fæstir að pæla í þessu sko. En þegar þú ferð að raunverulega að skoða af hverju blackface vont, það ekki bara því að svartir eru til og hvítumaðurinn til og hvítumaðurinn á ekki að vera impersonata. Það út af þessari mynd sem heitir Birth of a Nation, þar sem að maður var málaður, hvítumaður lék svartan mann, ég held að hún hafi komið út 1923 eða 33, mann ekki hvort. Og þá einmitt skilurðu að þá var þessi svarti maður þar sem að Ku Klux Klan kemur og bjargar konu sem að hann búinn að nauðga og það skilurðu og þetta mjög fræg mynd í alveg alla frelsisbaráttu þeldökkra og þess vegna blackface okay. Ég held að væri út af að því að ég skildi þannig að hvítir voru fengið til að leika svarta og líka það, en aðalega út af þessari mynd og það hafi verið svona dæmi en mér ákveðs að segja eitt svona, talandi svona samengis dæmi og þó að ég sé ekki til að hendi í the N-word með þér að þá til dæmis fannst mér svo ógeðislega fyndið það var svona dót það sem ég hugsaði ok, þetta eitthvað skakt og núna getum við flokkað sem vók það þegar það í ófærð 2 eitthvað, maður stöður svo atriði Nei. það eru tveir glæpamenn með lambúsettur sem eitthvað svona pína konu með hníf og annar þeirra segir eitthvað ertu mongolíti eða eitthvað svona, segir eitthvað svona og það var kona sem skrifaði pistil þetta að það mætti ekki nota þetta orð að nýnasistanir var að nota og Sigurjón Kjartansson baðst afsökunar opinberlega og ég hugsaði það var samt ekki tala að það hefði verið menn að níðast á konu með hníf heldur var allt brjála og það ok, núna kannski daldið að tala í hring ég til dæmis á því að við eigum ekki að nota þetta orð í dagsdagslegu tali að því við erum búin að það sem við gerum að hvað hét aftur sko ekki að vera þroska eftir heldur á undan því það var eitthvað svona, það var bara fáiði held ég félag þroska eftir, var ekki þannig? Jú, við notum alltaf þessi orð og þegar við byrjum að nota þessi orð í niðrandi merkingu aftur þá náttúrulega viljum við skipta orð fyrir fólkið og ég skil alveg til þess að við notum þetta ekki en þarna var verið þannig var leikari að leika vondan mann með hníf sem á að vera rosa heimskur en það samt einhvern veginn gripið að hann hafi sagt þetta orð og gert eitthvað svona þið megi ekki skrifið inn í handrit þar var ég alveg svona dálítið ringlað svona það býtu hvað En þetta bara fólk sem búið að heimta að vera móðgað allan daginn og eru iðjuleysingjar sem hafa ekkert að gera annað en að kvarta yfir því hvað það eru ómögulegir. Þetta eitthvað smá hópur og við förum alltaf á límingunum. Já, en mér finnst... Sammála mér? Ég ekki sammála því mér finnst, veistu hvað mér finnst vera grundvöldlega mistök í þess að þú ert að gera núna? Hvað? Það að